komin inn í Frostaskjól og það eru Keflvíkingar sem mæta hér í Vesturbæinn og spila gegn KR-ingum. Nú, leikurinn fór, eins og þið sjáið hérna næst á skjánum, ekki nógu vel fyrir Keflavíkurliðið, en við ætlum að gákutu fáum einhver svör við því sem er að frétta hjá þjálfurum og leikmönnum. Skulum kíkja á það. Það verður komið Jón Arnór. Jón Arnór, var þetta einum og auðvelt? Byggustu við þetta, er þetta svona auðvelt í dag eða? Þetta var ekkert auðvelt. Ég er drullu þreyttur allan. En jú, kannski svolítið mikill munur, en það var mikil barátta í leiknum og ég meina Keflavík á fullt inni. Við búumst við þeim alveg bráðum í hverju leik. Nú varst þú að setja hérna, þú varst að leiða hérna stigaskoruna. Átti þetta að gera það í öllum leikjunum? Nei, ég tók bara svona kafla í leiknum. Pæta ekki því, við spiluðum alveg bara ótrúlega góða leik, vorum vel einbeittir, sérstaklega varnarlega. Og heldum við myndir 80 stigum sem ég tel að er helviti gott. Verðum að gera það heima til þess að vinna og ég er bara ótrúlega sáttur með liðsheitina í dag. Stuðningur áhorfenda, skipta hans einhverju máli? Já, mjög. Það var góð stuðningur báðum megin. Smá læti í Keflavík núna á þriðjudaginn. Ég býst við því. Má búast við að KR-ingar fjölmiðlinn þangað? Já, það ekki. Ég býst við því. Það er komið með Benni þjálfara KR. Benni, auðvelt í dag eða? Alls ekki. Þetta var bara hörkuleikur frá fyrstu mínútu. En svona við náðum svona yfir röndinni og náðum hana svona tveimur góðum rönnum og svona náðum góða fórskoti sem við náðum síðan að halda. Nú voru margir sem að töluðu mjög upp á tímum sem þið myndu bara fara í gegnum þetta taplaust. Farið þið í gegnum þessa seríu taplaust? Það er stefnan, en við vitum að þetta er bara rétt að byrja. Það er bara 1-0 alveg saman hvort við vinnum hérna stórt eða með litlu mun og við erum að spila við hörkulið, þannig að þetta verður bara stríð held ég eitthvað fram eftir. Eigið þið eitthvað inni? Já, maður er alltaf eitthvað inni og þeir eru helling inni, þannig að þetta er bara rétt að byrja eins og við segjum. Þú kemst yfir 1-0 á 10. mínútu, þá er þetta langt frá að vera búið. KR-ingar fjölmiðlinn Keflavík? Það ætla ég að vona. Það verður sama stemningin á pöllunum og á vellinum. Takk hérlega. Við erum komið hérna með Sigurður Þorsteinsson, Ísafjarðartröllið. Siggi, þetta gekk ekki í dag, þetta var svona hnökrar í þessu. Hvað gerðist? Við byrjum heldur bara mjög vel og svo settu þeir 2-3 körfur og við bara hættum, það er eins og hægt að segja. Og svo náttúrulega bara unnið með 20 stigum, hvað það var. Komast 20 stigum yfir og það var eiginlega svolítið allan tíman. Nú, við lentum strax í villivandræðum. Var það að há liðinu? Var þetta eitthvað sálfræðilegt eða hvað? Þetta háir það náttúrulega við liðið, það er mjög góð varnarmaður fyrir út af en já og nei, ég meina við hefum 3 leikmenn inni, Össur spilaði ekki vel og ekki Sverrir heldur. Þeir geta alveg auðvitað komið stig upp meira og náttúrulega Jonni út af þetta leikinn, þannig að við hefum alveg 3 góða leikmenn eftir. 3 góða leikmenn eftir og þú kannski ferð og æfir í vítinu og þá er þetta komið? Ég þarf að gera það. Það er klart mál. Takk. Takk að þér. Sjáumst við. Við erum komin hérna með Sigurður Ingimundsson, þjálfari Keflavíkur. Siggi, þetta gekk í dag. Hvað gerðist? Það var fáránlega lítið sem gerðist, við vorum bara lélegir. Það var allt of margir leikmenn á mig, spiluðu ekki leikinn, voru bara ekki alveg hvað það voru að spá. En byrjuðum frábærlega vel, svo leið á datt upp fyrir hjá okkur góða byrjunum, þá var þetta bara eiginlega búið og allur kraftur farin úr allt of mörgum. En þetta var bara einn leikur. Þetta var bara einn leikur. Vítahendingin alveg skelfileg og Jonni hann út af, komið strax í villivandræði, var það að há liðinu? Já, ég þurfti náttúrulega að hafa Jonna til að spila. Jonni og ásamt fleirum voru bara hreinlega ekki að spila. Sverrir og Hörður spiluðu leikinn ekki. Þeir 3 eru mjög mikilvægir, ef þeir spila ekki þá eru við vandræðum en ég þekki og ég veit þeir ætla að spila mjög vel á sunnudaginn, eða á næsta leik segi ég. Og þá eru þeir allt annað Keflavíkurlið á gólfinu. 20-30 stiga munur, er það munurinn þessu liðum eða? Í dag, klárlega. Klárlega í dag. En svo kemur nýr dagur og þá er það öðruvísi. Nýr dagur og Keflavíkur sigur í Tauðahöllinni. Það er klárt. Við höfum áður tapað fyrsta leik og komið tilbaka og við þekkjum það vel og þekkjum það best.